Orð Guðs kennir okkur að vera glöð í Guði. Það getur stundum verið erfitt. Góð leið til að hressa sig við að taka þátt í samkomu eins og þessari. Jesús kom ekki í heiminn til að dæma hann, heldur frelsa og gefa okkur nýtt upphaf. Nýr dagur, nýtt upphaf, ný tækifæri fyrir þig. Meðan á samkomunni stendur getur þú sent okkur skilaboð á Facebook eða Instagram eða sent okkur tölvupóst á smárakirkja@smárakirkja.is. Nú eru 60 sekúndur í samkomu. Verum dugleg að deila samkomunni til hvatningar og blessunar fyrir aðra. Guð blessi þig í dag.
Jesus, þvílíkt, þetta upp á slæði mitt núna. Það bara þannig, æðislegt lag. Og vitið það svo mikið gleði í Guði. Og ef að þú ert að gangi í gegnum eitthvað og þú átt ekki þessa gleði, prófa bara að teygja hendur til himins og biðja Guð að koma inn í aðstæður þínar. Út að hann elskar þig, hann elskar mig, hann elskar allt fólk og þráir að sjá okkur vegna vel í lífinu. Sjá okkur fylgja honum í anda og sannleika. En ég svo spennt í dag, kannski aðeins út af því að nú erum við að opna aftur. Finnst ykkur það ekki æðislegt? Við höfum bara fengið að vera 20 manns en nú næsta sunnudag þá getum við opnað fyrir fleirum. Þannig að við bjóðum ykkur velkomin aftur á samkomu. Og ég get bara ekki útskýrt hvað ég hef saknað eitthvað mikið. Við vorum með bænastund í liðinni viku og bara fjölsótt bænastund. Fólk svo spennt að koma innan takmarka samt. En fjölsótt bænastund og svo blessuð. Næsta miðvikudag verðum við aftur með bænastund klukkan 7 og svo verðum við með fræðslu í kjölfarið klukkan 8. Og ég hvet ykkur, vinir, ég trúi því að Guð ætlar að gera stóra hluti 2021. Og það sem við þurfum að gera er að setja okkur í stellingar. Og bara virkilega fá út úr árinu það sem að Guð hefur ætlað okkur að fá. Og hvernig best að byrja í lofgjörð. Út af því að Júda, hún fer á undan. Júda tákn upp á lofgjörð. Þannig að lofgjörðin fer á undan. Þannig að höldum áfram í lofgjörð hér í dag og blessum Drottinn fyrir það sem hann á eftir að gera í gegnum líf okkar. Má ég heyra amen, amen. Setjum
sem aldrei þýr. Lyftum röddum okkar upp og lofum drottni, halleluja. Settu augu þín á Jesú. Þú ert að ganga í gegnum erfiðleika. Syngdu með okkur. Talaðu yfir þig að sigurinn kemur. Talaðu trúna yfir þig með okkur, halleluja. Og við biðjum gegnubrot með þér. Hvað sem þú ert að ganga í gegnum. Syngjum saman. Ég veit sigurinn kemur í trú, kraftaverk kemur senn. Minn Guð gaf mér sitt loforð og það gildir enn. Ég veit sigurinn kemur í trú, kraftaverk kemur senn. Minn Guð gaf mér sitt loforð og það gildir. Því ég hræðist ekki óvininn. Nú syng ég halleluja. Hærra en öll vantrúin. Nú syng ég halleluja. Og vopnið það söngur minn. Nú syng ég halleluja. Og með mér stendur himinninn. Storminum mig skal ég syngja mér lag. Herra og Herra mun ég lofa hann. Og raskunni stíg ég vonina flyg. Sýrandi dæla þú konungur minn. Nú syng ég halleluja. Með öllu sem ég vilja er. Og nú syng ég halleluja. Ég sé að myrkrið hörfa þig. Nú syng ég halleluja. Fær undir hans mitt auga sig. Nú syng ég halleluja. Óttinn flýr og sleppir mér. Storminum mig skal ég syngja mér lag.
Syngjum aðeins Herra, Syngjum aðeins Herra, og syngjum aðeins Herra, og syngjum aðeins Herra, syngjum aðeins Herra, syngjum aðeins Herra, syngjum aðeins Herra, við bærist ekki óvinni, syngjum aðeins Herra, og Herran vantrúi, syngjum aðeins Herra, vopnar söngum við, syngjum aðeins Herra, bærist ekki óvinni, syngjum aðeins Herra,
Svo sannarlega hann hátt upp hafinn vinir. Og ég hef oft verið að hugsa það, hvað það við lofgjörð? Hvað það sem gerist þegar við þurfum að lofa Jesú? Við þurfum að lofa Guð í kringumstæðum okkar. Við getum verið í góðum kringumstæðum, við getum verið í erfiðum kringumstæðum, en hvað gerist þegar við þurfum að lofa Guð? Og ég skal segja ykkur hvað gerist. Þá byrja kringumstæður okkar að minnka og hann að stækka. Það nákvæmlega það sem gerist þegar við lofum Guð. Og allt í einu fara kringumstæður sem áður virtist bara engin leið út úr. Allt í einu kemur ykkur von og kraftur. Og ritningin kennir að þeir sem vona á Drottinn, þeir fá nýjan kraft. Að vona á Drottinn bara að horfa á Drottinn. Að vona á hann í kringumstæðum okkar. Og hvað gerist þegar við vonum á Drottinn? Það einmitt þá sem við fáum kraft til þess að svífa upp á vængjum sem ernir. Við förum allt í einu að hætta að vera í kringumstæðunum og við förum að vera fyrir ofan kringumstæðunar. Og það það sem Guð vill kenna okkur öllum. Vinir, Guð þráir að gefa okkur þetta eðli arnarins. Það sem við erum ekki bara í kringumstæðunum, heldur þessi von sem að bara fer yfir allt. Við vitum að Guð stærri og meiri. Við vitum að allir hlutir samverkandi góðs. En ég ætla ekki að predika hér í dag. Ég bara varð að koma þess að hjarta mín út. Ég var bara svona mikið að hugleiða. Og þetta teymi, þvílíkt teymi, rosalega erum við lánsöm. Þau eru mögnuð og ég svo þakklátt fyrir það. En við ætlum að taka samskot. Við ætlum að taka samskot og ég sannfærð að það birtist fyrir þau ykkar sem eru heima, sem eru náttúrulega flestir sem eru að horfa. Ef að þú vilt taka þátt og vilt styðja við verk Guðs á Íslandi, þá hvet ég til að taka þátt. Biblían kennir að við erum blessuð á því að gefa. Og það blessun fólkin í að gefa af sér. Þannig að ég hveti til að taka þátt í dag og vera með í verki Drottins. Annars bara Drottinn blessi þig í Jesú nafni. Vertu svo velkomin á samkomu næsta sunnudag. Og hveti þig að mæta. Vertu með okkur. Þú ert velkomin. Ef trúin færir fjöllin, lát þau færast hér í hjörtum eftir vænting. Við bíðum eftir þér. Við bíðum eftir þér. Heiminn hefur skapað, en þekkir hjarta mitt. Mér frelsið hefur gefið og elskar mig svo heitt. Elskar mig og bíðum eftir þér. Og í þökk lyftum syngjum lovord þín til mín.
Amen. Við sannarlega bíðum eftir Drottni. Og við ætlum núna að ganga inn í það að hlusta á orð Guðs. En mér langar bara, ég gleymi að segja eitt áðan, að við munum að sjálfsögðu tryggja 2 metra regluna á næstu samkomu þegar við opnum. Og við hvetjum alla til að taka með sér grímur og virða þessi fjarlægu mörk. Og við ætlum að gera þetta og við ætlum að gera þetta vel. Við ætlum að passa upp á öryggi allra sem að koma og við ætlum að vera meðvituð okkar eigin sóttvarnir. En hér er Halldór vinur minn, snillingurinn mikli. Hvernig var að gefa Drottni gott klapp fyrir hann? Takk. Það er svona hugmynd hvort við hafa svona 24 tíma eitthvað tíman. Amen. Það er röddinni kannski betri. Þetta var snild, algjör snild. Jæja, elskunnar. Örstutt í orðið. Ég veit ekki alveg hvað ég að kalla þetta efni sem ég taka í dag, en þetta er svona umskiptin. Hvernig líst ykkur á það? Er það ekki? Þið eru búin að heyra mig og Sibbu og Smárakirkju tala mjög mikið, bæði hér úr púltinu á sunnudögum og í fræðslur á miðvikudögum, munin á Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Búin að tala munin á trúarbók Hebrea, sem er Gamla testamentið, og Nýja testamentinu, sem er trúarbók okkar kristina. Þegar við heyrtum að tala lögmáli, munin á lögmáli Gamla testamentisins sem var gefið fyrir Móse, og síðan náðinni í Nýja testamentinu sem kom með Jesú Kristi. Við leggjum áherslu á hana mun. Það fer ekkert á milli mála. Við leggjum mjög mikið áherslu á hana mun. Það þýðir hins vegar ekki, eins og maður heyrt, ég fékk einu svona spurningu, hvað hefur á móti Gamla testamentur? Hvað hefur á móti gyðingum? Hvað hefur á móti gyðingatrú? Ég hef ekkert á mótinni. Hún er bara ekki mín trú. Hún er bara ekki minn grundvöllur. Hún er, eigum að segja svo, undanfari við það sem að síðar skyldi koma. Og þetta er ekki trúar grundvöllur kristinna manna er ekki að finna þar, en það við erum ekkert að móti því, sjálfsögðu ekki. Bara aldeilis ekki. Það snýst ekkert það. Þannig að bara til þess að útiloka þann misskilning að já, þau eru alltaf að tala í gegn Ísrael og gyðingum og eitthvað. Nei, við erum ekkert að því. Við erum bara að segja hver okkar trú er. Hvað skiptir máli fyrir okkar líf? Hvað skiptir máli fyrir trúargönguna í Kristi Jesú? Og það er það sem við erum að tala um. Nú ætlum ég að taka fyrir eitt í dag sem að sýnir okkur munin enn einu sinni á þessu tvennu. Og hlustu nú vel á, það er hvorki meira en minna en boðorðin. Spennandi. Einmitt, alltaf einhver boð og bönn. Þess vegna nenni ég ekki að vera kristinn, alltaf að vera að banna mér eitthvað og ég má ekki þetta og ég má ekki hitt og ég hef stundum sagt söguna því að hún er svo góð að fyrir nokkurum, mörgum árum síðan núna, svo mikið farið þangað, að þá vorum við stödd út á landi, ég og frúin og þetta var á þeim tíma sem að sonur okkar Ívar var bara lítill polli og við vorum út á landi og við vorum þar að starfa með kirkjunni og úlingunum og þetta voru úlingar sem voru svona upp úr fermingaraldrinum. Og við vorum að tala um trúna og gefast í Jesú og lifa fyrir Jesú og þekkja hann og allt svona. Og þá segir ein stúlkan, veistu það, Halldór, ég vil þetta alveg. Ég bara er alveg til þetta. Eftir ég orðin 16 ára. Já, vegna þegar ég er 16 ára, þá má ég fara á ballið í bænum og ég vil fá að prófa það fyrst. Ég var ekki búin að segja hún mætti ekki fara á ballið eftir ef hún gæfi lífið sitt Kristi. Hún bara hugsaði strax, ég get það ekki ef að ég ætla að vera kristinn. Og hún sagði þegar hún 16 ára, þá gefi lífið mitt Kristi. Og þetta er oft svona, þetta að kristendómur séu boð og bönn og það er hins vegar munur á kristendómi og Nýja testamentinu og Nýja sáttmálunum og Gamla sáttmálunum hvað þetta varðar. Og nú ætlum ég að láta
Jesú, ekki mín orð, bara Jesú orð Jesú sjálfs, segja okkur þessa sögu. Eru þið til í það? Þetta úr Jóhannesar guðspjallinu. Páskaháttíðin, við þekkjum páska, hún nálgaðist og það var komin skírdagur í páskavikunni. Jesús var að borða með lærisveinunum. Stundum þetta kallað síðasta kvöldmáltíðin. Einfaldlega vegna að þetta var síðasta sinn sem hann settist til borðs með þeim á kvöldi til að borða þeim. Hann hafði gert það, hugsa ég nánast daglega, allavega mjög oft, síðastum 3,5 ári, þá hafði hann verið að borða með þessum strákum. Og þeir eru að borða saman. Eftir nokkur daga þá veitir hvað gerðist á föstudaginn langa. En það sem þeir eru að borða, þá stendur Júdas á fætur og hverfur frá matarborðinu. Og Jesús vissi okkur að fórun hinnir voru að velta fyrir sig hvað gaurinn var að fara. Ég meina, það bannað, er ekki alltaf svoleiðis, þú voru að klára matinn. Hann fór áður en hann kláraði matinn sinn. Þetta, bara það að standa á fætur, setur að stað loka atburðarásina í því sem hann leiddi til krossdauða Krists og síðan upprisu. Þetta var loka ferlið þegar Júdas fyrir út og þið vitið hvað gerið, hann sveik. Ok, þetta kvöldið sem við erum í og ímyndum okkur að við séum nú öll inn í þessu herbeggi. Kannski sittum við til borðs, en við skulum ekki vera til borðs. Við skulum vera bara annars staðar með okkar samloku og fylgjast með þeim. Hvað fer í gang? Hugsið ykkur, Jesús veit að þetta síðasta sinn sem hann hefur strákana. Hann veit að hann er búin að tala við og kenna þeim, sýna þeim í nokkur 3,5 ára það bil. Núna, eitthvað sem er ósagt, það er núna. Þú veist að á þessari stundu kemur það sem er virkilega mikilvægt. Ég meina, ég ætla að nota þetta tækifæri hér. Það síðasta sem ég segi við þessa menn er eftirfarandi. Börnin mín, stutta stund verð ég enn með ykkur. Þið munu leita mín eins og ég sagði í gyðingunum. Segi ykkur nú, Börnin mín, stutta stund verð ég enn með ykkur. Þið munu leita mín. Og eins og ég sagði í gyðingunum, segi ykkur núna, býtur, voru þeir ekki gyðingar? Eins og ég er búin að segja öllum gyðingunum, að það er núna að segja ykkur. Þetta voru allt Ísraelsmenn. Þetta voru allt gyðingar. Hvað er Jesús? Af hverju orðar hann þetta svona í fyrsta lagi? Vegna þess að hann þá þegar er búin að sjá þá, þeir eru búin að skipta yfir frá gyðingdómi yfir til kristindóms. Þeir eru í hans huga farnir yfir. Þeir eru ekki lengur gyðingatrúar. Þetta er náttúrulega svakalegt að segja þetta við gyðinga. Þess vegna, þegar ég sá þetta og ég segi, hvað? Ég geti sagt ykkur það, ég hef aldrei virkilega notið þetta fyrir bara algjörlega nýverið. Hann segir, þið munu leita mín og eins og ég sagði öllum gyðingunum, segi ég ykkur núna. Ok, þetta er að fyrsta. Og svo segir hann, þangað sem ég fer, getið þið ekki komist. Getur ímyndað það hvað þeir fóru að pæla á þessari stundu. Hvert að fara? Þú veist, bara að fara allt í gang. Muniði, við sitjum hérna og fylgjast með þessu samtali. Það fer allt í gang. Hvert er Jesús að fara? Og við erum búin að vera með honum allan þennan tíma. Við erum búin að fylgja honum þvert og endilátt úr landið okkar og sjá hann gera alls konar hluti. Og allt innum megum við ekkert vera með. Allt innum megum við ekkert bara fara með. Ok, hann er konið einhverja leyniregla. Hann var einhvern leynifund. Nei, ég er bara að fara annað sem þið geti ekki komist með núna. En svo bætir hann við. Eitt boðorð. Og þá kemur spurningin,
Það er hann að bæta við boðorðin. Mundu, þeir komu úr gengutrunni. Það er bara 600, rúmlega 600 boðorðar. Þú veist, við þekkjum mest boðorðin 10. Þú veist, þau eru bara 10 af 600 pluss boðorðum. Ímyndað þér. Og hér kemur Jesús, ég meitti viðbót. Jesús, við erum búin að hafa sko alveg fullt í fangi með bara að reyna þessi sko sem er búið að gefa okkur. Og texta ekki. Alltaf að gefa okkur virkilega eitt í viðbót. Þeirra trúabók, Gamla testamenti, hafði lagt þetta á þá. Mósebækurnar, Tóra, hafði lagt þessi boðorð á þá. Og gyðingar, þeir reyndu að fremsta megni, en gátu ekki, en þeir reyndu að fremsta megni halda. En það að Jesús, ef að hugsunum var þessi, hann ætlaði að bæta við einu boðorði, þá var það náttúrulega bara þó nokkuð róttækt. Hvaða heimild hafði hann til þess að bæta við einu boðorði? Bara svona. Strákurinn frá Nasaret. Veistu ekki að þetta er heilagur hlutur og bætir ekki við boðorði? Nei, hann var heldur ekki að fara að bæta við. Það sem hann ætlaði að gera og var að gera var miklu róttækara heldur en það. Hann ætlaði að skipta hinum út fyrir eitt. Búm! Hann ætlaði að skipta öllum boðorðapakkanum í Gamla testamentinu út fyrir eitthvað eitt nýtt. Ég veit ekki hvort þið áttu ykkur. Margir kristnir menn áttast ekkert á þessu. Þeir halda að þetta hafi verið viðbót. Þetta var ekki viðbót. Þetta kom í staðinn fyrir. Vá. Þetta er róttækt. Nýtt boðorð gef ég ykkur núna. Þeir sitja ennþá við matarborðið Júdasfarinn. Nýtt boðorð gef ég ykkur. Elskið hvert annað. Elskið hvert annað. Hann var ekki að segja, þegar þið finnið þessa tilfinningu sem við kallum ást, þegar þið upplifið það, ég get alveg elskað þessa eða þennan eða eitthvað. Það er ekki að tala um það. Hann er að segja, elskaðu. Þetta er í boðhætti. Farð þú og elskaðu. Ég man að einhvern tímann, þá við allir höfum hlustað á mann sem heitir, hvað heitir hann aftur? Andy Stanley. Alveg rétt, ég held ég sé með gótt í hann meira að segja. Hann sko, þetta að koma með svona boðorð er svo róttækt og svo mikið öðruvísi. Andy Stanley, hann sagði, hann er að koma með platínum regluna. Já, þarna kemur góðið. Þið veitir hvað gullna reglan var? Það sem þú vilt aðri menn gera yður, skalt þú og þeim gera. Það er gullna reglan. Platínureglan tekur þetta á næsta plan. Breytir engu hvað aðri að gera við þig. Þú bara elskar þá. Þú bara elskar þá. Breytir engu hvað þú ert að fá frá öðrum. Þú áttu að elska. Já, og Andy Stanley sagði mitt, þetta er bara eins og hjónabandsráðgjafi. Sem situr með hjón og búin að fara í 3-4 tíma og svo loksins segi hjónabandsráðgjafinn, farið þið nú heim og elskiði hvort annað. Hætti þessu bara á elskiði. Þetta er svoleiðis boðorð. Býtu, er þetta svona einfalt? Það skyldi þú ekki vera. Að vísu gerir hann hluti innra með okkur til að gera þetta kleift. Við komum að því aðeins eftir smá. En Andy sagði mér þetta er platínuregla. Því að hún er hér. Hlustiði. Eins og ég hef elskað ykkur, skuli þið einnig elska hvert annað. Munið þið, við sitjum og erum að hlusta. Jesús er að tala við þetta strákana. Þegar við heyrum þetta, hvað hugsum við? Já, hann fór á krossin fyrir mig. Hann var ekki búin að fór á krossin þannig, hvað voru þeir að hugsa? Hvernig elskar Jesús mig? Hvernig elskaði Jesús þá? Hann gaf nýtt mannorð.
Hann gaf þeim nýtt auðkynni, hann fyrirgaf þeim, hann gaf þeim annað og þriðja og fjórða tækifæri. Hann gaf þeim mannlega reisn, hann gaf þeim tilgang í lífið. Hann læknaði sjúka heima hjá þeim og þá sjálfa og annað. Ég elska ykkur, strákar. Farið þið og elskið aðra eins og ég búin að elska ykkur. Jesús var að koma með nýjan sáttmála. Þessi sáttmáli var ritaður í blóði hans nokkru dögum eftir þennan atburð. Þessu nýja sáttmála fylgdi boðorð. Ekki 600 og eitthvað boðorð, heldur 1. Sáttmálan sem þú og ég, sem kristið fólk, erum undir, nýji sáttmálan í blóði Jesú Krist, er með 1 boðorð. Þeir sem eitthvað hugsa, sjá strax í hendi sér þetta eina boðorð. Það tekur eiginlega öll hinn. Þú skalt ekki stela. Ef þú elskar og stelur ekki. Þú skalt ekki drýja hór. Ef þú elskar heldur ekki framjá að drýja hór. Þú skalt ekki deyða. Sjáu þið, kærleikurinn kemur í veg fyrir. Þannig að þegar við göngum í kærleik og hann segir bara elskaðu, þetta er eina sem er. Munurinn hins vegar sá að annað var utanfrá og inn og hitt var innanfrá og út. Þetta utanfrá og inn sem segir hérna er þetta, ekki gera þetta. Og þú í hjartaðinu reynir að fremsta vegni að gera þetta ekki. En getur það ekki. Hann var að koma með eitthvað inn í. Og það sem hann kom með er þetta. Hvað í gamla sáttmálanum, hver voru einkenni, hver voru merki gamla sáttmálans? Umskurn á holdinu. Ef að einhver gekk, ungsveinar, ungbörn, sem voru tilhöru gyðingum, þeir voru umskurnir, og ef einhver varð gyðingu, sem var nú ekkert mjög einfalt mál, þá var hann líka umskurinn. Það var einkenni sáttmálans að vera umskurinn. Kristnir menn, fólkið hans Jesú, hefur líka einkenni, hefur líka sitt mark. Það er meira sér kallað umskurn, en það er umskurn hjartans. Það er breyting á hjartalagi. Kristur var að klára til þess að koma í nýtt. Vitið það í Rómarbréfinu 10:4 stendur, Kristur endalok lögmálsins. Skrítið að margir vilja halda í þetta, kristnir. Þegar hann sjálfur segir, hann er endalokinn. Hann kláraði þann pakka til að gefa okkur lífið í sér með einu boðorði í staðinn. Það er svo mikilvægt að skilja að Jesús var ekki að bæta við boðorði. Hann var að skipta um. Hann var að taka þið gamla og klára það og byrja þið nýja. Hann uppfyllti lögmálið. Hann kláraði pakkan og kom síðan með nýtt. Þetta skiptir öllu máli fyrir þig og mig að vita svo við blöndum ekki saman. Og ég hef blandað saman. Og það er svakalegt. Af því ég vil svo sannarlega lifa í Kristi og þjónunum og vera Guði til dýrðar og allir pakkin sem allir kristni menn vilja sig, ég þekki. En að blanda því saman, þá ertu alltaf flækjufótur. Þú ert alltaf annað slagið að klúðra einhver og fá samviskupið yfir einhver sem að Kristur sem byrju, þetta er bara ekki þitt dæmi heldur. Þetta er ekki þinn pakki. Ef þú ert kristinn og heldur það, þú getur og eigir að fletta öllum Mósebókurum og hlýða hverju einasta boðorði sem þar er og sama tíma elskar náungar eins og sjálfa þig eins og Kristur elskaði, það mun ekki ganga. Viljið þið vera frjáls? Kristur kom til að setja okkur frjáls. Frjáls. Við sem tilheyrum nýja sáttmála höfum þess eitt boðorð sem við höfum að fylgja og við höfum að hlýða. Eins og ég hef elskað, sagði Jesús, átt þú að elska. Með öðrum orðum, boðorðið hans Jesú er ekki lóðrétt. Það snýr ekki út og gengur ekki út á það hvernig þú átt að þóknast Guði, þó svo að elska að sjálfsögðu þóknast Guði.
að þá snýr það ekki, gengur ekki út af það. Það gengur ekki út af það hvernig þú átt að halda ykkur lögmál, jafnvel í ótta, já, ég brást Guði núna þennan dag, nei, nú ég brást, ég ekki, það komur alveg heil vika sem ég ekki búin að bregðast og svo, þessi eilífi hringrás, þetta eilífa vandræði. Hafið tekið munið eftir í þegar þeir gengur rosalega vel og þú svífur hátt andlega og þú ert bara, þú ert bara eins og á brimbretti andans, bara, þú ert að fleyja ferð bara í öldunni. Rosalega gengur þetta. Þú fer að laðast þar, ég bara standa bara rosalega vel. Rosalega, ég heilagur. Hvar endaru? Bretti kemur í fjöruna, munnurinn fullur af sandi, fjöri búið. Þetta er ferli trúara manna og kvenna sem að reyna stöðulega að blanda sáttmálunum saman. Ekki gera það. Þú átt bara að elska. Merki nýja sáttmálans skyldi vera þekkt alla jörð. Því hann er ekki búinn, sko. En áður ég lesa síðasta sem hann sagði, þarna í þessum kafla, og ég lesa þetta og hlustiði. Hér segir Páll þetta sama, bara í öðrum orðum. Þér sýnir ljóslega að þér eru bréf Krist, sem við höfum unnið að, ekki skrifað með bleki, heldur með andalifandi Guðs, ekki á steinspjöld. Hvað var skrifa steinspjöld? Boðorinn 10, heldur á hjartaspjöld úr holdi, umskutn hjartans. Þetta traust höfum við til Guðs fyrir Krist. Ekki svo að við séum sjálfur hæfir og enga komið úr okkur sjálfum, með öðrum orðum eins og Sibba sagði svo réttilega hérna. Við getum þetta ekki sjálf. Í eigin mætti, það er ekkert í okkur sem gerir það verkum að við getum gert þetta. Ekkert. Það er hann, hæfileiki okkar er frá Guði sem hefur gert okkur hæfa til að vera þjóna nýs sáttmála, ekki bókstafs, heldur anda. Því bókstafurinn deyðir. Þess vegna eru svo margir trúaðir, kristnir, hálfdauðir. Það stóði í sumum. Því alveg tala, þetta tekur lífið kverkatæki. Það er gaman að vera kristinn. Það er kraftur í því að vera kristinn. Það er líf í því að fylgja Kristi. Það er ekki dauði og djöfull. Er þetta allt í lagi? Ok. Það æsa sig upp hérna. Hlustið svo hvað hann segir. Bókstafurinn deyðir en andi lífgar. En ef þjónusta dauðans sem letruð var og höggvin á steina. Hvað var letruð og höggvin á steina? Upp á fjalli. Boðorinn 10. Hér kallar Páll postuli þá steina og það sem þar var höggvið þjónustu dauðans. Sæll og blessaður. Ég hefði ekki einu svona þorað að segja þetta. En Páll var óhræddur. Þetta er þjónusta dauðans. Og fyrst að hún, sú þjónusta, kom í dýrð. Muniði að Ísraelsmenn gátu ekki hort fram henni Móse. Hún kom í þannig dýrð þegar Móse kom röltandi niður fjallið með steintöflurnar, þá steinan eins og ljósapera. Muniði, dýrð, hann var búin að vera í nærveru Guðs og dýrð Guðs var svo mikil að það var svona, já, hann nuggaði sér að suttinu og fekk svolítið. Og þeir gátu ekki hort á hann, svo hann setti poka yfir. Hann setti hulu yfir andlit sér, svo þeir gætu bara að tala við hann. Fyrst að þjónusta dauðans kom í svona mikilli dýrð, þá hvað? Hversu miklu fremur mun þá þjónusta andans koma fram í dýrð? Hver var þjónusta dauðans? Hann heldur áfram nefnilega. Ef þjónustan sem sakfellir, og það er það sem lögmáli gerir, það sakfellir okkur. Það segir við okkur, þú er nú meiri labbakúturinn heldur. Þú getur aldrei staðið. Þú getur ekki gert það sem ég bið nei. Það getur ekki.
Þú þarft alltaf að vera að gera eitthvað annað heldur en ég fer fram á. Lögmálið segir, þú veist að ég vil að þú gerir þetta svona, en ekki svona. Samt ertu alltaf að gera þetta svona. En ég er ekki alltaf að því, það er bara annars slagi sem ég geta. Já, akkurat, þá ertu segur við allt lögmálið. Ef þú brýtur eitt smábrot af því, þá ertu segur. Hvernig var lífið í þessu? Þetta er gamli sáttmálinn, elsku vinir. Þetta tilheyrir hinu gamla sem Jesús kom til að býta út, til að skipta út. Hver var umskurnin? Hver var merkið þegar þú komst og þú gast séð það, ef þú fyrst að sjá hold, ef þú fyrst að sjá gyðingar að bera, þá gastu vita hver var gyðingur og hver var ekki. Það var ekki flókið. Það var bara svoleiðis. Fórst að baðið í Jórdan, hann 78 kallmenn. Það voru 2 sem var ekki umskurnir. Ok, hvaðan eru þeir? Þeir eru ekki gyðingar. Þetta var bara merki gyðingarna. Það var ekki flókið. Þeir tilheyruðu þessum sáttmála. Hvað er merkið okkar? Hjartað. Og hvernig virkar og hvernig sést það? Því að ég get ekki opnað hjartað. Já, það er búið að umskýra þetta. Sérðu það? Þú veist, ég get það ekki. Það er ekki nóg fyrir mig að fara í Jórdan með 70 köllum og sýna maður sem umstýra hjarta mitt. Hvernig sést það? Og því síðasta sem Jesús sagði. Á því munu allir þekkja. Þið munu þekkjast af öllum mönnum. Þú þarft ekki að fara úr fötunum í Jórdan til að sýna þú tilheyrir þessu sáttmála. Það mun sjást á öllu mínu fólki, hver einasti einstaklingur heimsins mun sjá það, að þið eru mínir lærisveinar, tilheyrir mér ef þið byrðið elsku til hvers annars. Það var ekki flókið. Þetta er merki okkar. Við elskum og fólki sér. Þetta er einkenni, eða á að vera allavega einkenni kristinna manna. Við þurfum að hugsa okkur hvar höfum við falið þetta einkenni? Nei, ég er ekki þar við ykkur, þið fylgðu það ekki. En fullt af kristna fólki sem gera það, Kristna fólkið. Fyrirgefðu, ég ætla bara að koma með það. Sippa kom aðeins inn á daginn og það er svo gott og svo nauðsynlegt. Jesús talaði mikið þetta. Svo við erum í góðum hópi. Hversu margir kristnir, og nú er ég bara að ávarpa kristna því þetta er þeirra merki. Ég er ekki að ávarpa alla hina sem hann líka lendi í þessu. En hversu margir kristnir er að móðgast hægri vinstri yfir öllu hlutum. Bara svo móðgunargjarnir. Þeir ná enga megin utan sjálfa sig. Ef einhver segir eitthvað við þá, einhver gerir eitthvað, óvart viljandi eða hvað það nú er. Þá móðgast þeir. Hvað er merkið þeirra þá? Hvað er merkið þá? Eigum við ekki að elska? Jú. Ekklesía, sem var hópurinn að trúuðu, samfélag trúara, var ekki einu fyrir að kalla kirkja til að byrja með. Jesús kallaði það ekklesía. Og eftir örugglega tjennektur og það setni, ég ætla að skjóta því inn að því ég hef bara nokkra mínútur. Ekklesía kemur úr grískunni og veitir hvað það þýddi? Það þýðir fulltrúar. Það er að segja, rómverska heimsveldið átti sína fulltrúa. Ef þeir þurftu að gera eitthvað í einhver af sínum nýlöndum og löndum sem þeir eru búin að hertaka, þá senduður ekklesíu á staðinn. Stundum var kannski hluti af ekklesíunni á staðnum, en stundum ekki. Og hvað gerðu þeir? Þessi 2, 3. Það þurfti ekki meira. Sagði ekki Jesú þessum 2 eða 3? Aha, sama var hjá Rómverunum. Jesús er alveg að vitni þá. Hann er að nota sama prinsipið. Þar sem þeir komu saman, þar fengu þeir komuð sem fulltrúar með vald Rómakeisara. Ekklesía Rómar gat breytt hlutum. Þeir hefðu valdið. Það þýddi ekkert fyrir einhvern að segja, heyrðu þið, hver eru þið? Já, við erum hérna frá keisaranum. Jesús sagði, þið eru mín ekklesía.
Það sem þið 2 eða 3 saman komið, þar ég og þar mitt vald. Og það getið framgengið í mínu valdi. Og það þýðir ekki fyrir neitt, ekki einu svona púkana að segja, heyrðu, þetta ekki hægt. Þetta víst hægt. Það því hann gefur valdið. Sjá hvað fara. Kristur hefði getað stært sig af alls konar hlutum. Hann hefði getað stært sig af kraftaverkunum. Hann hefði getað komið boðorð sem tengdist kraftaverkum, tengdist heilarleika, tengdist guðdómleika. Hann hefði getað gert þetta allt, en hann kom ekki með neitt af því. Hann kom bara með eitt boðorð sem tengdist kærleikanum í hjartans. Hann segi, þetta sem ég hef hér, það hefði þið. Ekki bara hafa það, þið framgangið í því. Þetta kirkjan mín. Hún elskar eins og ég hef elskað og á því munu allir menn sjá að þeir eru umskornir á hjarta, að þeir elska hvert annað. Þetta svo dásamlega einfalt. Þetta svo dásamlega fallegt. Samt tekst okkur svo dásamlega að klúðra svo oft. Það alveg ótrúlegt. Þannig að, dustu rykið af, rifjum upp hvað hann sagði við síðustu kvöldmáltíðina og segjum, þessi síðustu kvöldmáltíð, hún var ekki bara merkilega því að þetta var hann síðustinn sem ég fekk að borða á jörðina. Nei, hún var merkilega því að hún kendi okkur. Ok? Ég get haldið áfram, en ég ætla ekki að halda áfram. Eitt á lokum kannski bara, vitið það, Nýja testamentið. Bók Nýja sáttmálans. Vitið hvað hún snýst? Hún snýst eiginlega bara það, og nánast bara það, að segja frá sögum og atburðum og kenna okkur hvernig við eigum að elska. Það snýst hún. Hver vill ekki læra það? Jæja, ég hættur. En þetta gott stöf. Og veit okkur gott, það ekki okkur sem ég að segja. Það var að segja, þetta orðin hans. Þetta orðin hans Jesú. Þetta hans boðskapur. Þetta það sem hann bjóð til. Þetta það sem hann bjóð til. Skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir það að þú ert allt í öllu þig. Snýst kirkjan drottinn Guð og kærleika þinn. Þú kalla okkur til að elska. Kalla okkur til að bera þér vitni með elsku okkar. Og drottinn eins og sagt hefur verið. Ég vitna þig alla daga, hver einustu stund, og ef ég þarf að nota orð, þá ger ég það. Það kærleikurinn sem vottar þig, Jesús minn. Hjálpa okkur einmitt að skilja það, sjá það og ganga í því. Í Jesú nafni. Amen. Takk fyrir að hlusta. Og þeir sem eru heima, Guð bless ykkur og ef ykkur langar til þess að kynnast þessum Jesú, kannski hafið ekki gert það. Og kannski finnst ykkur hinga til ekkert að þetta hafa verið neitt rosalega spennandi vegna þess að það er svona ómikið hinn og þessu. Hlustaðu bara það sem Jesús vil. Trúin okkar snýst Jesú. Trúin okkar snýst það sem hann sagði, það sem hann gerði og ekkert annað. Hann upphafið og endurinn á því öllu. Faðir, ég bið fyrir hverjum sem að hlusta, sem þrá að þekkja þig. Ég bið fyrir þeim, drottinn minn, að þú opinberir í hjartað þeirra. Hver þú ert, hvernig þú starfar, hversu góður og yndislegur þú ert, og að kærleikur þín og ást það sem skiptir öllu máli fyrir þig. Blessa sé þitt nafn. Amen. Guð geymi ykkur, elsku vinir. Sjáumst síðar.